Jæja, Ragnheiður, var þetta fyrsta skrefið þessi fundur hérna að björgun hallarinnar? Ég vil leyfa mér að vona það. Þessi fundur fór fram úr mínum björtustu væntingum. Alltaf svona þegar maður að skipuleggja eitthvað svona, þá rennir maður blind í sjóinn, kemur ykkur, það var vond veðurspá, það var eitthvað annað að gerast. Að sjá fullan sal og svo útsendingin hjá ykkur þar sem að 1600 manns var að horfa, það segir mig það að það eru svo margir sem hafa taugar til þessa hús og mismunandi ástæður. Það eru byggingarsögulegar, það eru menningarsögulegar, svo er það bara tilfinningarök gamalla Keflvíkinga sem að vega þungt í þessu. Og ég held að þessi fundur gefi mjög skýr skilaboð. Nú ætlum við erum búin að stofna hollvinasamtök, síðan erum við farin af stað með undirskriftasöfnun sem við ætlum að afhenda bæjaryfirvöldum, vonandi náum við því fyrir 13. febrúar þegar að þá taka þetta fyrir á umhverfis- og skipulagsráðsfundinum og ég trúi ekki öðru þegar menn hafa alla þessa staðreyndir fyrir fram að sig að menn staldri við og fresti þessar ákvörðun eins og Minjastofnun leggur til og við getum andað í kviðinn og unnið saman að því að leysa þetta í góðri sátt. Ég spyr svona leiðilegar spurningar. Er þetta ekki komið of langt? Er ekki of seint í ræsingreipið? Það var eitt sem að mér langaði að sýna hérna. Það var myndband frá því að Grand Central lestarstöðin í New York það átti að byggja ofan á hana og rífa 59 hæða hótel. Þá kom Jackie Onassis og flutti ræðuna sem að sagði við höfum getað haft hann og fund 3 mínútna langan. I think if we don't care about our past, we can't have very much hope for our future. And we've all heard that it's too late or that it has to happen or that it's inevitable. But I don't think that's true. Because I think if there is a great effort, even if it's at the 11th hour, you can succeed. And I know that that's what we'll do. Hún sagði, þetta alltaf sama. Það sagt, þetta komið of langt, þetta of dýrt, þetta ekki hægt að hætta við þetta. Sem betur fyrir var hlustað á hana þarna. Og Grand Central lestarstöðin dæmi byggingu sem verður bara dýrmætari með hverju árinu. Þetta ekki komið á seint, þetta ekki orðið á seint vegna þess að við erum ennþá réttu megin við ákvörðunina. Það ekki búið að taka ákvörðunina. Það hefur ekki verið tekin ákvörðun að heimila niðurrif á Sundhöll Keflavíkur. Og meðan að sú ákvörðun hefur ekki verið tekin, þá má ekki rífa Sundhöll Keflavíkur. Og það hefur ekki verið samþykkt deiliskipulag sem leyfir byggingu á þessari lóð. Og meðan það ekki heimilað, þá það bannað og varðandi skaðabótaskyldu sem að menn hafa verið að velta fyrir sér, þá það nefnilega ekki fyrir en að þessar ákvarðanir hafa verið teknar, að það myndist ykkur skaðabótaskylda. Þannig að við erum núna við kjöraðstæður að taka þessa ákvörðun eða koma í veg fyrir að ákvörðun niður verði tekin. Þannig að þetta alls ekkert orðið á seint. Við erum hér stödd og þið voru með þennan fund hérna í gamlu dúshúsunum sem hefur verið lögð gríðarleg vinna í að byggja upp og hefur tekist frábærlega vel. Þannig að það var svona vel við hæfi, en hefur þú fengið eitthvað viðbrögð frá bæjarfulltrúum eða frá stjórnvöldum, svona bæjaryfirvöldum? Nei, ég hef fengið mjög lítil viðbrögð. Svona óformlega frá einstaka bæjarfulltrúum sem hefur blandað sér í umræður innan Facebook-hópsins. Ég meta þannig að menn vilji ekki tjá sig. Ég meta þannig að menn séu tilbúnir til að skoða þetta og ég held að það vilji enginn sjá þessa byggingu fara. En menn vilji ekki heldur sjá hana grotna niður. Og það sé það sem að þetta standi á milli. Þannig að ef það mat mitt rétt, þá leiðin til að passa upp á grotningin niður að fara í það að gera á henni endurbætur og þannig tryggja það að hún verði okkur áfram til sóma. Þetta stórkostleg bygging, eins og hér hefur talað þetta höll og í höllum kepptu drottningar og kóngar eins og Árni Bergmann kom svo skemmtilega orði. Þannig að ég trúi ekki, finn ég teka á því að nokkuð bæjarfulltrúi vilji rasa að því. Og að lokum, þú ekki reynt að ná samningum við eiganda hússins sem verktakinn, Húsanes? Nei, ég hef markvisst ekki verið að herja á eiganda hússins vegna þess að, og beint sjónum mínum eða við, beint sjónum okkar að bæjaryfirvöldum, vegna þess að þau hafa skipulagsvaldið.
okkar markmið fyrsta verkefnið að koma í veg fyrir að húsið verði rifið. Síðan það þá, þegar sú ákvörðun verður vonandi tekin, þá það, og við erum tilbúin og það þess vegna sem við erum að stofna hollvinasamtök, við lýsum okkur þannig reiðubúin til að vinna með öllum þeim og sína þessari byggingu hollustu, eins og séra Erla Guðmundsdóttir orðaði svo vel hérna áðan, og það það sem að þá verkefni 2 í þessari vegferð. Og núna næsta skrefið meðal annars að safna undirskriftalistum og ná svona, hvað getum við sagt, stemmingu og hug með þessu. Já, og við ákváðum að gera það svona, koma því formlega af stað hér og vera með svona gamaldags pappír líka, við ætlum að setja þetta líka á netið, og eins og við finnum svo sterkt líka fyrir því að elsta kynslóðin sem hefur kannski mestu taugarnar til hússins, ég sagði hérna söguna af föður mínum sem fæddist 31 og var sem sagt 8 ára þegar sundlaugin vígð. Amma mín Eiríka fór með hann til Reykjavíkur á sundnámskeið til að tryggja það að strákurinn gæti nú synt í lauginni frá degi 1. Þetta fólk ekki á Facebook, þetta fólk ekki á netinu og við ætlum þess að reyna að vera með sem víðtækasta söfnun til þess að hleypa öllum að og líka ekki bara íbúar Reykjanesbæjar þó að þetta sé áskorun til bæjaryfirvalda hér vegna þess að eins og Pétur Ármannsson fór svo ljómandi vel yfir þá þetta saga sem snertir alla þjóðina. Þetta byggingasaga Guðjóns, þetta sundlauga saga, sería. Hann nefndi og sýndi myndir af fleiri sundlaugum, hann nefndi hvernig önnur bæjarfélög hafa slegið sérstökum bara varnargarði yfir verk Guðjóns eins og á Akureyri. Hann upplýsti það hér sem að ég vissi ekki, maður ætti kannski að vita að Guðjón Samúelsson kom að gerð skipulags Keflavíkurbæjar. Þetta hef ég aldrei vitað og það verður gaman að fara nánar ofan í það. En það einstakt fyrir okkur, við erum með þessi 3 hús sem að Guðjón teiknaði og við eigum að bera virðingu fyrir sögunni og sýna þessum höllum, öllum saman þann sóma að þær fá að standa fyrir næstu kynslóð. Rétt í blálogin, það gríðarlega skemmtileg saga náttúrulega upphafi laugarinnar líka þegar var safnað fyrir henni. Það dásamlegt að lesa það. Og ég hveti alla til að lesa gömlu faxagreinarnar, það sem hefur verið að lýsa þessu og það var haldinn sundlaugardagur, annar í Hvítasunnu ár hvert var sundlaugardagur þar sem menn seldu merki og bæjarbúar sjálfir borguðu fyrir sundhöllina, bæjarbúar eða sundlaugina öllu heldur, bæjarbúar sjálfir og börnir í 8 ára voru með mölina á hjólbörunum af því að þetta varð þeim svo mikið hjartans mál og óskabarn Kauptúnsins. Og okkur ber hreinlega skylda til að varðvita þessa sögu og halda inn á lofti þó að sé ekki nema bara fyrir að virða dugna þessa fólk sem að lagði allt þetta á sig svo við hinn yrðum þess aðnjótandi að fá að njóta þessarar sundlaugar.